Hvað Design Talks viðburðurinn sem við erum hérna á í Hörpunni? Já, það ráðstefnudagur þar sem við erum með úrval hönnuða og arkitekta og skapandi hugsuða víða úr heiminum sem hérna hingað komnir til þess að deila svona með okkur bara því sem að þau eru að fást við og við getum sagt kannski svona því sem kannski á dagskráni og hérna bara út um heiminn og þetta svona hugsað sem svona gluggi kannski svolítið fyrir okkur sem að störfum hér á þessari hönnunarsenu til þess að svona skyggnast aðeins inn í annara veruleika og sjá aðeins svona hvað í gangi en líka erum við að deila svona því sem kannski að gerast hér á Íslandi því að það eru auðvitað íslenskir hönnuðir og arkitektar sem taka þátt og kynna sín verkefni líka. Hönnunarmars hérna stefnumót og Hönnunarmars tími þegar hönnuðir uppskera sína vinnu sína, efna til samtals á milli hópa og kynna og vekja athygli á mikilvægi hönnunar fyrir íslenskt samfélag í rauninni. Akkúrat. Nú þetta í 11. skipti sem að Hönnunarmars haldinn. Hefur þetta stækkað mikið á undanförnum árum? Já, ég held að bæði stækkað og svona kannski fest sig í sessi, orðið svona kannski sterkari viðburðir, lengri aðdragandi í undirbúningi þeirra og svona meiri þyngd bara yfir honum, myndi ég að segja. Það ansi bara skemmtilegt einhvern veginn, hvernig þetta alltaf að ná til stærri og stærri hóps og það alltaf fjölbreyttari og fjölbreyttari einhvern veginn sammansetningin í áhorfendahópnum. Þannig að þetta eru þetta hönnuðir og arkitektar og fólk sem að svona starfar beinlínis í greininni og geiranum. En það mjög mikið líka fólki sem að koma sem að kannski með fyrirtæki eða úr sprotaumhverfinu eða nýsköpun eða stjórnsýslunni. Það ótrúlega skemmtilegt að sjá það, að fólk svona að kveikja. Það svo margt svona sem að bæði þannig að það að verða ákveðin vakning fyrir því að bara skapandi hugsun og hönnun sé eitthvað sem hægt að nota í víðara samhengi heldur en bara til þess að skapa list eða fegurð eða stóla, segjum, eitthvað svona sem við þurfum öll að halda. Heldur þetta líka svona hugsun sem að hægt að nýta í lausn alls konar vandamála og áskorana. Og þegar við stöndum frammi fyrir svona áskorunum eins og við gerum í dag, eins og börnin okkar segja, það engin önnur pláneta, hvert að spá mamma, að þá bara eins gott að fara aðeins að reyna að hugsa sig hvernig ætlum við að nota, hvernig getum við mögulega hort einhvern veginn á þessi, eins og við getum sagt, gömlu vandamál með nýjum augum. Hönnunarmars auðvitað mjög breiður, þannig að þetta allt frá arkitektúr yfir í fatahönnun, vöruhönnun, grafíska hönnun og svo nýjar hönnunargreinar eins og upplifunarhönnun, stefnumótandi hönnun og það sem við köllum digital hönnun. Í rauninni, já, þannig að mjög breiði nálgun. Hvað eru margir sem að taka þátt sem hönnuðir á Hönnunarmars? Við höfum svona talað að það sé í kringum svona 300–400 hönnuðir sem að tengjast með beinum og óbeinum hætti. Þetta allt frá litlum sýningum einstaklinga yfir í stóra samsýningar, félaga. Það eru líka þó nokkuð margar sýningar sem að koma erlends frá. Núna erum við með alveg held ég 4 eða 5 erlend verkefni sem eru samnorrænar sýningar, þannig að það líka fjöldi af erlendum hönnuðum sem að taka þátt í Hönnunarmars. Já, ok, þannig að þetta að fara út fyrir landsteinana mikið? Já, og Hönnunarmars hefur alveg frá upphafi lagt áherslu á, við höfum lagt áherslu á að þetta okkar stærsta verkefni, kynningaverkefni á Íslandi, en líka erlendis. Þegar hingað kemur fjöldi mannsbæði að tala hér á Design Talks, það eru kaupendur sem koma á stefnumót með hönnuðum, það eru erlendi blaðamenn og svo þáttakendur og bara áhuga fólk hönnun, bara víðsvegar úr heiminum. Og við vitum það núna að Hönnunarmars mjög vel kynntur alþjóðlega í hönnunarheimi. Og mjög virtur líka. Já, ég held, það er erfitt fyrir mig að segja, jú, ég held að við þykjum, kannski eins og við Íslendingar erum svolítið, við erum kraftmikil og við setjum ekki fyrir okkur að gera hlutina og fólk skilur ekki hvernig við förum að þessu, hvernig getur svona lítil þjóð staðið fyrir svona stórum verkefnum. Það þykir líka merkilegt að á Hönnunarmars bæði forsætisráðherra opnar Design Talks, við erum með fleiri ráðherra, borgarstjóri í opnunarviðburðinum og Þórdís Kolbrún ráðherra líka að taka þátt, forseti Íslands býður erlendum gestum, þannig að upplifun erlendra gesta oft að hér heil þjóð að taka sér saman að gera hluti og það verður mjög mikil svona mikil styrkur og kannski ákveðin tilfinning í þessu sem skiptir máli.
og auðvitað erum við ekkert að segja að hönnun eða hönnuðir séu einir að fara að bjarga heiminum, en vissulega með hinum, skiljiði. Þannig að það er svo mikilvægt að skapandi hugsun komist einhvern veginn að borðinu líka. Og ég er nú sjálf í mörgum verkefnum sem við erum vinna bæði með opinberum stofnunum og fyrirtækjum og margir af mínum kollegum, og í auknum mæli erum við fengin til þess fengin að borðinu. Og það er náttúrulega það sem ég held að allir séu á endanum, erum við einhvern veginn, við erum öll í þessu saman, við þurfum að leysa þetta saman og við þurfum að nota alls konar aðferðir. Þannig að það er svona kannski undirliggjandi tónn alltaf hjá okkur í þessu degi, að sýna hvað er hægt. Og síðasti fyrirlesarinn núna fyrir hádegi, hann endaði mitt á, hann var að tala um Mars og að það mögulega er að hanna íbúðir fyrir Mars. Í rauninni draumur okkar getur orðið veruleikinn. En nú er stór helgi framundan og það verða viðburðir á víð og dreif í Reykjavík, er það ekki? Jú, þetta er alveg allt frá Gróttu og upp í Mosfellsbæ, yfir í Hafnarfjörð og víðar, en það er kannski mest þéttleikinn er hér í miðborginni. Og ég hvet fólk auðvitað til þess að fara bara inn á hönnunarmars.is, þar er dagskráin. Það er hægt að leita eftir dögum, eftir tegundum eða greinum hönnunar og eftir svæðum, þannig að það á að vera auðvelt að finna. Það er líka bæklingur sem er á öllum helstu sýningarstöðum og ég get mælt með Hafnarhúsi, Norræna húsinu, húsi Vigdísar. Þetta er alltaf erfitt, ég örugglega gleymi ykkur mjög mikilvægu og það eru auðvitað í Hönnunasafni í Garðabæ, í Hafnaborg, í Hafnarfirði og svo bara á fjölda út í Gróttu vita, er mjög spennandi verkefni til dæmis. Það er það. Þannig að það verður bara gríðarleg stemming helgina. Já, og við verðum eiginlega við erum ekki, veðrið skiptir ekki máli, krakkar. Á Íslandi það þýðir ekkert að bíða eftir góðu veðri. Maður fer bara í úlpuna og út að skunda.